Sunna, þessi þáttur runnin upp. Þessi þáttur runnin upp. Þetta þáttur sem ég get lay back and listen. I love it. Nei, þetta svo skemmtileg þáttur. Þetta ógeðslega skemmtilegt og ég elska og þú veist, það eru allir á, þú veist, sumar er komið, sumardagurinn fyrst búinn, þannig að það tæknilega sé komið. Þóttu sem að fá svona gráa daginn á milli, svo ógeðslega góð mómentin á milli líka. En núna er þetta svona, núna er maður farin að pæli, ok, heyrðu, hverju ætla ég að vera í? Þú veist, hvernig ætla ég að vera í sumar? Hvernig ætla ég að vera klædd? Plana útlandaferðinar, outfits og allt þetta. Við erum búin að reyna að plana það síðan í janúar eða eitthvað? Já, ég er ekki búin að kaupa neitt, sko. Og ég fór bara til Tenu bara með allt sem ég átti, sko. Ég keypti mér ekkert nýtt fyrir það. Þannig að, já, ég er spennt að, mjög spennt að heyra. Já. Og hlusta. Nei, ég veit ég er með eitthvað, ekki? Jú, bara spjalla um þetta. Já, ég er alltaf með, mitt fallega notes eins og alltaf. Já. Sem endar alltaf langt. En við erum ekkert eitthvað lengi að fara yfir það hvort þetta er alltaf bara svona einn og einn hlutur svona eins og við getum þá rætt Já, einmitt. En já, hvað er að byrja? Ég held að við byrjum bara á því að minnast á ef þið ætla að vera að shoppa á netinu núna fyrir utanlandsferðirnar þá minnum við ykkur á að þið geti nýtt ykkur netgíró. Þið getur bara skoðað inn á netgíró.is hvaða sölustæðir eru með netgíró. Já, það eru alveg fjöldamargar íslenskar vefverslanir sem eru með netgíró sem þið getur notað ykkur. Það er alltaf öruggasta leiðin og þau borgið bara með símanúmerinu. True. Hversu þægilegt? Mjög þægilegt. En hvar byrjum við? Ætlum við að byrja í fötum, hári, make-upi? Ég er ekki með mikið make-up, sko. Það mér finnst einhvern veginn ekkert make-up trend vera eitthvað trend. Mér finnst það bara vera svona þú finnur bara þín rútínu og svo, og ef það er eitthvað, þú veist, þess að núna er búið Sabrina Carpenter, búin að vera geðt vinsæl, þá er allir að gera hennar make-up. Þannig að þú veist líka bara, þú veist, ef við erum að tala um trends, þú veist, trend kom og fara. Já, og það er svo ógeðslega fljótt að koma og fara og þannig að þetta er bara allt eitthvað svona sem að bara, ef þú átt það eða langar að kaupa þér eða eitthvað svona, sem maður þarf ekki að kaupa allt. Nei. Og eiga allt, þó að séu trends. Einmitt. En já, bara make-up. Mér finnst bara glowy skin og svona bara létt make-up er þetta aldrei inn núna. Já, ég sammála. En mér finnst líka í kjölfara að koma þú veist, Maybelline maskararnir í lit. Já. Og maður okkur var sýnt þarna, þú veist, með bláan eyeliner og bláa maskara. Ángríns, það svo cute. Já. Líka blái maskarinn með kannski hvítan winged liner. Einmitt, já, þeir geggjaðir. Þetta voru Sky High lituðu maskararnir. Þeir eru alltaf geggjaðir. Mér datt það bara í hug, ég held að það sé smá svona, þú veist leika sér bara litina og náttúrulega Burgundy maskarinn líka, hann er alveg trilltur. Það mælir sjúklega mikið með þessum maskarum fyrir sumarið. Já, bara aðeins að breyta til, gera eitthvað nýtt, þú veist, bara, það var eitthvað á TikTok með svona alveg bláan eyeliner og bláa Sky High maskaran og þetta var alveg fáránlega cute. Ég elska bara allt svona, bara eitthvað svo öðruvísi. Já, bara svona gera það sem þið langar bara. Já, það er svo cute, sko. Super cute. En ertu bara að sjá allt með birthday make-up á TikTok? Nei. Það er allir brjálæðir í eitthvað svona birthday make-up og tala um að strákar hata birthday make-up. Hefur ekki séð það? Nei. Og veistu hvað birthday make-up á að vera? Nei. Svona geðveikt heavy make-up og bara svona glam bara. Bara svona þeir hata það. Geðveikt cut crease, já. Geðsteikt. Who asked them? It's not for you. Nei, einmitt. Það finnir bara okkur þeirra að skipta sér að ykkur svona. Ok, bara, einmitt. Bara leave us alone. Ég líka, veist, af hverju halda gaurar að við sem að mála okkur fyrir þá? Einmitt. It's for yourself. Glimtu, já, fyrir the girly pops, sko. Já, þetta er það. Miklu meira. My god. En já, þegar ég hef ekki búin að sjá þetta, ég hlakka til að rekast inn á þetta kjaftaði. Þetta er bara algjört bull. Algjört bull. En já, byrjum bara á bikinjum. Bikinjum? Bikinis, já. Ok. Summer og það sem er að koma núna, það sem ég elska dálítið mikið við þetta ár, er að maður sjá svo mikið að litum. They're back. They're back. Í fyrra voru með Sofia Rizzi, smá svona black and white. Old Money, French Riviera, Italian, eitthvað svona vibes. Núna er bara svona, sérstaklega í bikinjum, bara yktarið því betra. Jú. Bara í öllum litum. Já, prints, hot litir, bara alveg dökkir litir, bara all the colors. Svo er líka eitt sem er að koma sem er alveg svona flashback. Og það er tankinis. Já, er það að koma? Og það er komið, sko.
Aha. Já. Og þetta alveg smá svona... En eru það cute? Þau alveg sem cute, sko. Og það svona samt flestir að þrifta þetta, sko. Hefur ekkert tímann átt tankini? Ég hef ekki átt, sko. En þú veist, eins og bara, ég veit alveg svona konur sem eldri en ég sem elska þetta, skilur. Ég, sko, elska þetta í grunnskóla. Að því að það fer mér svo ótrúlega illa að vera sundból. Það bara, þú veist, gerir bara skrítið úr búkunum mínum. Og það mátti ekki verið sundból, bikini í skólasundi. Þannig að ég var bara að berjast fyrir því að ég mætti verið tangini, af því það leið miklu betri því. En þú veist, það basically eins og sundbólur, nema þú kannski að smá bært á milli þá, eða þú veist, hver á munurinn? Já, þú veist, annars bara svona strengis bara brókin bara svo mikið, einhvern veginn. Já. Og bara svona fyrir óþægilega, einhvern veginn. Já, ég skil. Þú getur bara sett brókin á sinn stað, án þess að brjóstin á þeirra, þú veist, axlirnar eitthvað annars sé að tógast, já. Þannig að þetta fannst mér afskaplega þægilegt þegar ég var yngri. Ok. En ég get ekki, þú veist, ég sé ekki fyrir mér að ég myndi fara í þetta. Nei. En maður væri bara super cute, þú veist, og þetta kallast líka smá tangini, ef þetta er bara brókin og svo bara svona sundtoppur sem er kannski aðeins síðar en venjulegur. Já, svona einlega kropp sundtoppur, eitthvað neginn. Já, ok. En þú veist, þetta er bara svona unpractical fyrir tanning. En cute og pick, vissulega. Já. Cute og pick. Þetta er alveg pínu, já, ok. Ég er spennt að sjá eitthvað svona sniðugar útfærslur á þessu. Já. Að þú googlar þetta þá ferður þetta bara svona klassíska, sko Skrifaði bara Y2K eða eitthvað þannig. En já, svona einhvern veginn. Þetta getur alveg verið cute, sko. Já, ég skil hvað meinar. Já, bara svona skemmtilegum litum en hvað ætlaði að segja? Þú veist, þetta getur verið cute, svo getur verið önnurinn á milli sem var bara, ok. Já, bara hrikalegt. En ok, það er bara með flesta hluti samt sem aður. Já, vitað. En það ég sá eitthvað TikTok eitthvað, ég sá þetta í byrjun í janúar, ég var bara, oh my god. Það var bara fólk bara eitthvað, ég trú ekki að ég er búin að eyða bara 100 klukkutíman í gymminu og að kaupa fullt af bikini to tankinis to be trending, skilur við? Oh my god. Hvistlega veitu? Það er mjög gott. En já, tankinis, þetta er eitthvað svona blast from the past sem að ég er spennt að sjá hvort það actually rætist. Já, ég líka. Hvort þetta sé bara einhverjar 3 gælur á TikTok sem eru bara að segja að þetta sé eða hvort þetta sé a real thing. Já, bara í því skilur á okkur pick eða hvort þetta actually fólk á ströndinni bara. Rocking a tankini, já, spennt að sjá. Já. En svo eru bara geggjaðar sundbólu líka. Bara núna, koma ekki að mikið inn. Svona flottir one pieces. Ég elska góða sundbóli. Já, ég elska, ef það eru smá kött á þeim, þá fíla ég þá. En ég hef ekki fundið mér neitt sundból. Að það verður, annars bara tegist ég einhvern veginn skringilega. Já. Að því mér finnst það svo flottir. Já, að það er líka svo þægilega að fara svona, þú veist, ok, maður ekki ekkert mikið í því ennþá, en þú veist, þegar maður að fara svona pínu activity day í annarkost í þú sundlaug eða á sjó, þá er svo þægilegt að vera í sundból, skilur. Já, og þú veist, það er líka bara þá skilur Pamela Anderson, sko. Já, ángríns. En líka þá er það þægilegt, sko. Að þú þurfir ekki að pæla í, þú veist, þess að þegar maður fer í Vatnsjöfnbreytigarða og eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað og brókin endi bara efst í rennibrautin eða eitthvað. Þó þú sjáum mig aldrei fara í rennibrautagarð, sko. Það sem ég hrætti það, sko. Já, ég er svona þarf að fara núna. Já. Það hafa kýró. Já, ég myndi alveg fara að búið að bakkanum, skilur. Já, en ég fyrir alltaf litlu eða svona kútana sem maður svona situr í. Já, það er skarra, sko. Ég er ekki að fara í eitthvað svona hræðum, sko, ég ger það ekki. Nei, bara svona, þú veist, það sem er hákallar og fyrir gegn hákallarbúr eða eitthvað. Eins og er á tenni. Já. Ég ger ekki svo eða bara svona stendur og það bara dettur gólfið undan þér. Já, nei, ég hef gert þannig, gera það ekki aftur. Þetta er ræðilegt. Já, það er alveg sýklegt, sko. Og svo ef maður sé svona, oh my god, svo okkur TikTok daginn. Það er svona á svona skemmtiferðskipi og það er svona rennibrautin fyrir út fyrir og ég bara stað. Þú veist, gæjan, skilur. Skipið? Já, skipið. Það fyrir út og aftur inn. Gælan festist akkurat það sem er úti. Nei. Og þetta eru bara 100 metra niður, svo sem hún var föst. Og það var akkurat glærpartur. Ég myndi degur hjartaáfalli. Ég líka. Bara gjörsamlega. Ekki það að ég sé loftar, það er líka sjór fyrir neðan. Hákallar og loft. Hræðilegt. Új, bara stað. Allavega to the point. Já, nei, það þarf alltaf að ræða smá sjóin, sko. Já. Það er mjög mikilvægt. Það er það. Það er það, sko. Sjórin maður. Núna líka nálgast sjósíson. Ég veit það, þannig að ég muni heyra þetta ennþá meira. Við fáum að fá þetta upp á TikTok. Þú veist að senda mér rosalegt með gelluna. Já. Bara étir það. Það var in a lake, sko. Florida. Eða eitthvað svona þannig. Eitthvað allan svona vatni sem er ekki algengt að sé. Og hún hatar ekki hákarla þó hún borðaði bara alla löppina á henni. Já.
og við höfum og þeir eru aldrei gert okkur neitt. Nei. 13. Þú veist, en við munum líka ekki setja hverju svona stuð. Allt því við höfum það fyrir og eftir, skilur. Hún var bara eitthvað að skoða skeljar, sko. Ég veit það. Ég er ekki að kenna henni sko, en ég bara... Hræðilegt. Já, þetta er hræðilegt. Hún misti semst löppina og það er sem við erum að tala um. Þú var hreglað. Já. Bróðurinn syndi til hann tilbaka til að bjarga henni. Það er engin mannskja sem ég myndi bjarga. Ég er barninu mínu, that's it. Það? Já, that's it. Allir aðrir var ég bara að bæ. Hann myndi bjarga systur sinni. Já, það er galið. Af hverju? Myndir ekki bjarga Aroni? Ef við hákur, ég var fyrir reddaði þér. Aron er 2 metrar, hann bara redda sér. Já, 2 metrar. Hann er 1,93 eitthvað. Já, okay. Ég var, og hann er 110 kíló, skilu, hann redda sér sjálfur eitthvað hákar. Já, hann var bara, Birta, hjálp. Þá var ég bara, hvað get ég, kasta til þín? Hérna er björgunar. Þú bara sett í burtu, bara. Já, að ná í, þú veist, björgunarsinga eitthvað. Já, það gerir mikið. Hvað, já, myndir þú berga bensa? Já, ég myndi berga bensa. Það? Já. Frá hákalli. Ég myndi hoppa á svona olbón fyrst, beint í smetti á honum. Það gerir líka fyrir Aron, sko. Nei, þú veist, lígar. Það er bara ein mannska sem ég myndi berga. Ef ég er í sjónum, þá er ég full. Nei, þú oft mér edru í sjónum. Nei, ég hef aldrei farið edru í sjón. Og þú ert þá kannski orðin full. Ég er alltaf tipsy og þegar ég er tipsy þá er ég brave. Og þess að myndi ég taka sharkin og pocket. Ég myndi taka það með að sitja hérna á milli og gera svona. Já, líklega. Og hann myndi svona, bully of the bull shark. Þú skjáftaði. Já, það er bara ein mannska sem ég myndi bjarga. Það er bara embla. Ég myndi bjarga hundunum mínum líka. Allan daginn. Já, en myndir bjarga einhverjum öðrum? Ég myndi bjarga bensa. Já, það? Já. Ég myndi taka bara... Ég er ekki að djóka, sko. Ég myndi reyna að bjarga öllum. Já, þú veist, ég myndi gera það líka, en ekki þannig ég syndi af þeim. Ég myndi ekki reyna, þú veist, ég myndi taka, þú veist, prigg. Ég myndi bara taka byssuna mína upp úr sundbrókinu og bara... Já, ég var með byssur, ekki mál, kannski hjálpa þér. En ef ég þarf að synda sjálf, eins og bróðir hennar gerði, og byrja að sparki hann, ég myndi bara drukna á leiðinni. Já, þú veist. Ég er ósynd í hafinu. Já. Hvernig ætlar þú að halda hérna 200 kíló af fisk? Ég mun ná í froskalappina mínar. Ég veit ekki hvernig. Bara be one of them, think like a shark. Það er þér. Rætti við þig. Ok, við reyndum að hætta að tala. Já, það er ekki hægt. Það verður bara fyrir ekki á okkur. En. Þú hafa mér í tísku. Já. Hérna alltaf hár er alltaf í tísku. Já, ég býður svo ekki með hár. Do you wear wigs? Ég búið fokka þér. Þetta er sko þessi napkin sína. Ég með reykingarhláturinn. Hvað gerir þessi hlátur alltaf í fjöldöðu? Guðmund góður. Það er bara að reyna að ösku ekki. Ég got plans after this, sko. Ég nenni ekki að eyðileggja mig um mig. Allavega, ef þú er sköldlætið, þá er það líka alltaf nett, skilur. Já, ég er klálega, sko. En ég má sérst voluntarily bold, skilur. Getur safnað. En þú sérst hver? Voluntarily bold. Já. Getur safnað fyrir trendið, skilur, að vera með hára sem trendið. Jú. Ok. Einmitt. En svona, tengt hári. Hvað er í tísku? Já, það sem ég er að sjá koma núna fyrir sumarið er wavy, svona beach waves aftur. Já, oh my god. Það er líka bara svo mikið svona mermaid core. Aftur, já. Nei, svona öðruvísi. Já, það er aðeins öðruvísi. Já, það er ekki sama, svona rifnaða neðan pilsins. Nei, er það búið? Mér finnst það smá búið, sko. Já. Allavega svona mikið, meira svona asymmetrical þannig vibes. Mér finnst allt asymmetrical núna. Já, það er alltaf mikið þannig. Er það ekki sammála? Já, gott fyrir okkur. Já, Við erum með asymmetrical faces og svona.
Rétt. En já, ég voru með hár. Og bara svo, þú veist, það... Já, bara gömlu góðu beach waves. Já, beach waves. Og það er að gera það líka, þú veist, er að gera smá yktar eða bara, Eða bara svona flowy. Smá. Já, bara við erum með kannski... Þetta já, svona pínur svona Serena Vanderwood sem dæmi. Svona, já, wild. Já, ekki? Gott voljum. Alltaf voljum, sko. Já, og líka bara með Sabrina Carpenter, eins og við rættum í síðasta þætti, þú veist, hún er með þetta big blowout, mér finnst það líka vera ennþá. Ég held að það muni alltaf halda áfram. En það sem kom, manstu, það var ekki, það svolítið kom. Blowoutið? Já, svona. Já, það er samt búið að vera síðan 2020. Já, það búið lengi, en það kom samt, þannig að það fór eitthvað í millitíðinni. En Það fór alveg í 70 ára eða eitthvað. Ég bara fór the 90s. Einmitt. 2000s. En It's back. Þannig já, þetta er svona þá erum við bara að tala um hreyfing á hárinu. Það er bara svolítið inn. Klálega. Love that. Layers og... Já. Svo er núna sumarið og fyrir ykkur blond, þá er honey blond mjög mikið inn fyrir sumarið. Þannig að go yellow. Go yellow. It's cute. Já. En talandi þú veist, eins og voljum og þannig, að þá náttúrulega mælum við rosalega mikið með 11 vörunum og ég hef talað að ég hef pröfað foamið, I Want Body foam, en það er bara til heil vörulína sem er I Want Body, sem er bara voljum línan þeirra, þannig að þeir eru með shampoo, þeir eru með hárnæringur, þeir eru með foamið, frúðuna, alls konar texturizing spray sem er I Want Volume, I Want Body. Þannig að ef ykkur vantar vöru sem í alvörinu lyftir hárun ykkar, ég er til dæmis með 0, ég er með zero gravity, eða zero volume í hárun mínu fyrir, en þegar ég nota þessu vöru, ég veist ekki hvert ég ætlaði, sko. Nei, mitt. Þannig að alveg game. Já, hann var bara því, ég var bara slaka þá hérna. Þannig að bara 20 cm á. Já, en eitt sem er langar líka með 11, þannig að við mælum ókslega mikið með I Want Body línunni. Klálega. Mér langar svo að læra að nota sea salt spray. Já, það er geggjað einmitt með beach waves. Það ekki? Já. Það er geðveikt, sko. Það verða svona, ekki of yktar en verða svona smá svona crispy. Já. Svona wet look. Love that. Já, það er einmitt, það ég ætla að koma inn að það með the beach waves. Það ekki? Ok, þá er til að Gunni hefur alltaf átt sea salt spray frá 11. Hún notar það alltaf. Já. Hann notar það geðveikt mikið og ég ætla svona, hvernig geti ég notað það? Mér finnst þetta bara, þú veist, ég notaði meira aldrei bensi. Ég ætla að reyna að fá hann til að nota í hárið að síðan. Já, ok. Já, klálega. En, já, voljum. Já. Ég er ekki með mikið meira með hár. Það er einhvern veginn bara svona do what suits you einhvern veginn. Já, og það er eitthvað verið að tala um að það er ekki í tísku, eins og þið kannski veitum, erum að taka þennan þátt svo smá fyrirfram. En þannig að það er kannski búið að koma eitthvað mett sem við vitum ekki, eins og staðan er núna. Já. En akkurat núna, þú veist, 5 mínútur fyrir mett, að þá er ógeðslega mikið verið að tala um myndin af Kim sem hún postaði með bleika stuttahárið. Þú sjá þetta? Damage. The damage. Það er bara allir bara að drulla yfir hana. Það eru allir að drulla yfir hana. Já. Og það er bara, maður aldrei sé svona. Þú veist, ég hef aldrei sé svona mikið drull. Bara drull yfir hár. Já, bara svona chemical burn og eitthvað sem segir eitthvað svo mikið. Það er svo mikið í tísku að vera með heilbrigt hár. Já, þetta er alveg... Þú veist, mér finnst þetta smá gróft að búlja hana svona mikið yfir þessu. Já, en er þetta að segja mér að litir í hári eru ekki í tísku þá? Bleika hárið? Já. Þú veist, ég held að þetta sé bara óvart bleikt út í þegar hún setur fjólublá sjampó eða eitthvað, sko. Ég veist, það er náttúrulega viljandi bleikt hjá henni. Ég skil það, skiluru, að hún er eitthvað að reyna að make a mood out of it, skiluru, whatever. Það er svona Halloween búningur líka. Bara allt þetta look. En já, og svo bara næstu mynd þá erum bara full platinum blond. Já, er það ekki myndin sem er klúlisbúningurinn í bakgrunn? Jú, rétt, þetta er gömul mynd þá. Já. Why? Og það líka looks like a wig. Já, þetta 100% looks like a wig. Já. Hvað er að gerast? Ég veit ekki. En hún er að fara til að sína okkur á Met, skilur hvað hún er? Já, hún er búin að því þá. Hún er búin að því núna. Já. You guys know. You guys know, not us. En Kirsten Banks er líka ennþá. Já, Banks. Kirsten Banks, Layers. Banks, já, einmitt. Layers. Alls konar, en þetta er svona, já. Já, svo er líka alveg ennþá að, finnst mér, þessi rauði hárlitur, skilur, að fara úr bara sínum liti alveg rautt. Já. Alveg sumar að því ennþá eins og Kendall
Kendall gerði á sín tíma. Algjörlega. Þannig að that's still going on. Þetta verður mjög gaman. Já. En ef við tölum bara svona basic bara outfits. Já. Þá finnst mér svona Milky Way kjólar. Já, þetta bara svona very girly. Já. Og svona feminine. Já. Svona blundu eitthvað svona ruffle cotton eitthvað svona kjólar með einhverjum kannski litlum dúllum, einhverjum blómum eða einhver cute. Ég er sammála. Maður er búin að sjá það út allt og it looks like everyone can pull it. Að það? Heldur það? Mér finnst að lukka þannig. Ég veit ekki hvort ég myndi púla þetta sko. Jú. Ég þarf að testa þetta sko. Já, en þú myndi púla þetta ógeðslega vel. Sjáum til. Maxi Pils. Ennþá. Þetta er öll pils. Elska Maxi Pils. Já, lituð, svona cotton hvít, svona eins og við vorum í senast sumargeð mikið og silkipils náttúrulega og blúndupils. Blúndan er still going strong this year. Mér finnst blúndupils, mér langar óslega í svona blúndupils alveg hvít, sítt. Já, vá, fallegt. Já. Það sé geðveikt. En svo slæðir að selja. Er það að selja það? Já. SLA? Já. Skallar þetta slæ. Ég sem slæ. Og svo middipilsin líka, núna. Já, þau eru núna. They're here. Já, þú veist, ég veit ekki að því ég elska Maxi Pils svo mikið, en það er svo oft til svo flott pils bara í mitt að maður er svona, er það greinast? Algjörlega. I will learn to love it. Ég held að middipilsin er líka þægileg svona á ströndinu og eitthvað svona. Getur alltaf að labba í sandinum á þess að skemma pilsi. Já, kannski, góð punktur. Ég held að sé alveg cute sko. Já, eitt mjög svona cute blundu middipils úr Gina sem er svona geggja fyrir that vibe. Geðvikt. Svo er náttúrulega bara blundu kjólarnir líka. Já. Mér langar svo í gula blundu. Er ég að tala bara svona? Pils? Jú, nei, samt ekki. Þetta er enda mjög flott líka. Hún er að sína mér Maxi blundu hvítpils. Já, alveg þröngt. Ég er alveg vítt. Já, það er líka mega. Það sjást svona meira í gegnum það. En þetta er mjög flott líka. Ég var aldrei svona líka. Já, en já, blundur í lit, þú veist, svona sumarlitum. Já, ég sammála. Það er svo cute, sko. Mjög sammála. Og mér finnst líka bara eins og þú komst inn á áðan, þú veist að tala feminum kjólana, þú veist svona dúttlur og þannig. Það var reyðilega laga hárið þitt. Já, er það í fokkjöld af... Já, og glóta hlátuskastinu. Öruglega, I was crying. Mér finnst bara allt með dúttlum. Það er ekkert allt orðið svona eitthvað svona the mini details eru bara the details. Þetta er svo mikið svona girly pop eitthvað. Svo mikið, elska þetta. Elska þetta. Svo bara svona slip kjólar, svona silki slip, stuttir síðir. Svo fallegir. Vintage looking, bleikir. Svo fallegir. Með svona blundu og eitthvað svona líka. Og mjög feminine líka. Very cute. Very cute. Og svo svona gegnsægir kjólar yfir bikini til dæmis. Svona alveg sheer. Það er mjög mikið inn. Mynstur. Við erum ennþá með polka dots og blóm. Já, blóm. Mjög mikið blómamynstur. Og þú veist, ekki bara þessi pingu litli blóm. Heldur stór blóm. Stór blóm. Ég fíl það. Ég fíl það mikið. Og svo leopard, náttúrulega. Já. Still going strong. Lagt til að fylgjast með þeim í sumar, sko. We're gonna make a leopard summary. Það er mjög, þú veist, bara svona leopard pils við eitthvað kannski litaðan ból eða einhvers konar leopard skór eða það geta alveg virkað, sko. Spennt að fylgjast með, sko. Já. Statement litir, bara vera með eitthvað mikið svona sterkan lit. Já, svona hint, eða svona pop of color. Já. Ekki bara allt color kannski. Nei. Bara svona eitt statement, bara svona já, bleikubólur, skilur bleikt veski, bleiki skór og svo kannski basic outfit. Denim og denim hættir aldrei. Nei, that's here to stay. Já. Þetta verður aldrei dottið úr tísku, held ég bara ever. Jú, mér fannst alveg komið tímabil sem þetta var ekki cool. Kannski þegar við erum menntaskóla eða eitthvað. Já. Ég er ekkert mikið að vinna með þetta þannig, sko. Nei. En þetta er alltaf svona á öllum listum bara sem fashion eitthvað. En svo líka eitt sem er cute, það er tennis svona style. Mér finnst bara svona allt athletic vera geðvikt mikið í tísku núna. Pilates princess og tennis. Já. Tennis er svona gett elegant. Bara svona líka ég bara sjá mikið að stelpum, ég veit ekki alveg með hvað mér finnst þetta en svona football jerseys svo við svo bara svona tennis skirt. Svona, it's interesting. Þetta er mjög mikið í New York. Ok. Já, og svo bara þú veist, einhverju sambas eða campus eða eitthvað skilur við. Maður er svona,
Ok, interesting. Já, mjög. Af því ef ég myndi klæða mig það myndi mér lísa fóti en þetta er svona fjarska cool. Bara get nett. Já. This works. Já. Það getur bara verið bara tepastræðan okkar annað. Nei, mér finnst það bara svona eitthvað sem ég var að researcha á hann sko, þá var ógeðslega mikið verið að tala bara svona athletic leisure, skilur bara svona einhvern veginn vera í gymfötunum, þú veist, íþróttatengdum fötum bara out and about, skilur og það hefur oft verið ekki cool, skilur en það ógeðslega mikið, að því að þú veist, einmitt svona Pilates princess og tennis pilsin og derhúðurnar og þetta allt orðið eitthvað svona pínu svona sporti blanda við elegant sem svo cool og þægilegt. Geðveikt þægilegt. Já. Ég elska þetta, sko. Já. Og svo eitt sem að koma heitt inn. And that's the Caprice. Já, velkomna Caprice. Caprice are welcome. Ég man þegar við vorum að taka þáttinn með Elspeth Gunnars í byrjun árs og nefndi ég þetta líka og ég var bara, nei, ekki séns að ég myndi fara í þetta og þú var bara, jú, þú myndi fyrir í þessu. Sagði það? Já, yes! Og bara, nei, ekki séns. En svo allt í henni var ég bara svona, fyrir nokkur mánuði, ég var svona, fuck, it's cute. It is cute. Ég fíla þetta ógeðslega mikið. Já, ég líka. Það er að fá mér svona. Já, að ég fíla ekki eins mikið svona stupuxur sem eru stuttar. Nei. Þetta er eitthvað sem að ég get unni með, sko. En ég gerði daginn og bara do we love or hate them með Caprice. Já, með vóti, Já, það er bara 75% hate. Nú, já. Fuck them. Þú veist, það skiptir því ykkur máli. Það er nóg Caprice fyrir okkur hinn sem að fíla það. Af því að það er ekki allir að fara að hoppa á þetta trend. Nei, ok, það er gott. En það er það bæði í yoga-leggings. Já. Það er fucking þægilegt. Og mér langar svona fold-over Caprice. Það? Svona yoga-leggings, fattar það mig. Það var get nice. Og svona líka denim. Denim Caprice, já. Svona vintage, low-waisted, kannski með svona eitthvað svona belti chunky. Já, og smá baggy. Nei. Ertu búin að sjá það þröngar? Já. Já, ég var samt að sjá að það væri svona, þú veist, allan á miðlungs, þú veist, við séum ekki frá að sjá. Ekki leggings þröngar, skilur. Nei. En ekki jorts, skilur. Nei, ok. Það er náttúrulega vítt. Já, það er vítt. Einmitt. Interesting. Þetta er nefnilega, það gæti verið mjög cute, Jorts var svo þægilegt, en það fór mér mjög illa. Þetta fer mér betur. Þannig að I'm all for it. Þá þarf ég kannski bara að leggja Adam Sandler minn á heilina. Nei. Og líka PJ-style. Allt PJ-style, já. Bara svona röndasta buxur, bara eins og væri líka bara, og svona einhverjar boxer-buxur, bara eins og séu náttbuxur, ekki samt Joe-boxer eða eitthvað þannig. Nei. Ekki að tala um það. No, ekki einhverjar svona köflóttar rauðar. Nei. Við erum að tala um bara svona ljósbláar og hvítar og... Meira svona eins og þetta sé í hör-vibes, einhvern veginn. Já, eða svona einhvern svona crispy efni. Ég bara tala um, þú veist, stillin á svona flowið, ekki þess að þykka cotton sem þú ferði í Joe-boxer eða, þú veist. Já, með stroffina neðan. Já. Nei, en maður ekki um það. Nei. En ég get alveg að fara út í náttbuxunum mínum, sko. Já, það er djóka. Sem við vorum að kaupa okkur. Þær eru svona grænar þegar. Já, það er ósættar. Very cute. Ég verður bara í þeim út á tinnu. Já, why not? Ég gerði það örugglega. Já, best að gera það örugglega. Ég gerði það örugglega. En svo líka línen, allt. Línbuxur til dæmis mest. Elska. Línsett, stuttbuxur línen. Já, elska. Þannig að það er mjög mikið... Ég elska allt það. Það er bara svo classy, þú veist, þú lukkar smá fancy yfir til línan. Já, en það sem ég elska líka er að það er að koma í lit. Já, einmitt. Þetta er ekki bara hvítt og beysað lengur, eins og þú veist að kaupa bleikar, skilur. Það er ógeðslega flottar. Já, ég elska þessi, þú veist, ég verið til í gull-línensett eða, þú veist, blátt eða eitthvað. Einmitt, sammála. Elska það. Svo bara svona allt matching, svona matching sets. Ég elska matching sets. Pilsutoppur, eitthvað. Svo easy. Very cute, já. Það er geggjað. Svo tube tops. Já. Er mjög mikið inn með eitthvað svona kannski litlum slaufu, með eitthvað svona dollum, með eitthvað þannig. En meira, þú veist, full length heldur en crop í bara öllu í rauninni. Við erum hægt að sjá eins mikið cropped, en þegar það er cropped þá er það alveg super cropped. Þannig að það er... I love that. Já. Það er mega næst sérstaklega ef maður er í low-waisted, sko. Þannig að, þú veist, ég stundur bara svona, I'm too bare, skilur, buxurnar eru mínu hér. Og geggja að vera bara í, þú veist, ból sem er alveg niður og svo kannski geðið þetta ofan í bakið. Já, einmitt. Það er fucking cute. Eða svona asymmetrical inn á framan, þannig að það er að hylja eitthvað svona smá part en smá laus. Já, sammála. Það er ógeðslega cute. Já, I love it.
Já, open back, bara back details, very cute. Mini skirts, mini skirts. Skort, já. Skirts. Það er svo þægilegt. Það er svo þægilegt. Það bara þarf ekki að pæla í að það er góð vindur á ströndinni og bara að rassinu að vera bara hæ. Já, líka því að þú veist, ég var í bláuðan út í London í fyrra, veit ég, þú mannst eftir. Fóru ekki til London? Jú, fóru til London í fyrra. Og tíma svo Já, man ekki að það var blá skort. Já, það var svona blazer og bláu pilsi við og það er skort og það var svo þægilegt. Þá get ég bara verið lappandi og farið í túbu eitthvað í London. Já, og þá líka en ekki pæla ekki á læranum eða milli, veistu hvað ég meina? En líka bara, þú veist, þú ert svo labba og kemur vindur, þú ert ekkert að pæli og sért í stuttu pilsi og sér eitthvað bara, þú veist, snertaðu rassin eitthvað í túbunni bara. Já, það er ekki hægt. It's a skort. Got you fooled. Svo mikið af svona bubble, Ariana Grande balloon vibe, svona Já. Skal ég tala þannig, og líka pils bara sem bara svona blásin að neðan, skilur Ó, cute. Það er alveg krútlegt, Já, það er krútlegt fyrir þá sem púla það. Klála fyrir þá. Já. Gæðvegt. Já, mjög cute. En við förum svo í aukaliti. Líka bara allt svona með rosa mikið svona silhouette. Þú veist það sem bólið komur svo smá út að neðan. Já. Það kallast það silhouette? Já, það er svona skór. Silhouette. Það svona þröngur yfir brjóstinu og svo út, svona víður að neðan? Já, kann ekki. Það skilur bara. Já, ég er rauninni, þú veist, eins og maður búin að sjá kannski svona vesti. Það eru svona þröng og svo út. Já, einmitt. Það heitir eitthvað silhouette, ég kann ekki. Já, nákvæmlega. Einmitt. En við förum í aukahlutina. Já. Það er svona mjög mikið svona bast beach töskur, svona woven tote bags. Svona við mjög beachy. Mjög cute, sko. Og klútar, eða headscarves. Klútarhausinn, svona heilu bíber á Coachella bara. Ok. Svona mjög Italian og þau eru úr svona miklu munstri eða litum og það er mjög cute. Já. Blessi. Takk fyrir. Og derhúfur. Já. Svona vintage styled derhúfur. Já, elska góða derhúfur. Já, það er mjög næs. Það er mjög næs. Sérstaklega maður ljótur. Nei, bara ef maður er að fyrir padel. Já. Þetta er bara ógeðslega næs. Geðu þau þægilegt líka bara mjög skítið hára. Já. Bara svo næs. Já. A cute cap. Já. En svo náttúrulega bara aukalutur digital cameras. Já. Það er mjög mikið svona líka bara sem bara svona props. Very cute. Og svo heklaðar töskur. Já. Allt svona hekla, minnst það vera ógeðslega cute. Já, sammála. Við fyrir með skartið, það er mjög mikið svona pearly, chunky pearls. Já, og skelljum. Nice. Bara full on kuðunga hálsmenn. Geðveikt. Og bara starfish. I love that. Bara starfish, bara svona aquamarine, bara risa statement. H2O, þettinir. Já. Einmitt. Bara svona, geðveikt svona, bara aggressively stórt, chunky. I love that. Já. Það er mjög cute. Það er skemmtilegt, já. Þá er það svona statement á bringuna. Silfur og gull mikið blandað saman. Og svo bara svona litaðir, þeir steinar á ringjum og bara svona geða mikið alls colors, já, svona vintage looking líka. Ekki eitthvað svona tjúpdrasl bara. Nei. Svona farið að þrifti sér gart. Já. Bara eitthvað svona geða sem einhver svona rúbinsteinar og eitthvað svona rúbi, bara stór. Það líka verður svona unique. Ef við erum svo í skó. Já, herru, það er alltaf spennandi að heyra svona hvað skór eru. Sérstaklega sneakers, það er að langar öllum örugglega í, þú veist, kannski maður fleiri sem tekja upp þess, langar bara í svona sumar sneakers. Það er bara... En maður veit ekki hvað maður á að fá sér. Já, en ég myndi segja að í sneakers það er náttúrulega bara Adidas, Samba, Gazelle og þeir svo eru New Balance líka og Solomon er dálítið mikið að koma. Já. Mjög að þeir komi almennilega inn. Mér finnst þeir svona komin svona sumum kannski Skandinavíu. Solomon. Já. En já, ég held bara, þú veist, litaðir Sambas eða Gazelle eða eitthvað þannig. Cute, very cute. Svo er eitthvað nokkuð merki, bara svona flatir skór sem ég man ekki alveg hvað heita. Það er með svona línum í. Já, hvað heita þeir? Veit hvort þú tala sem svona zoom. Þeir eru ekki að cute. Til dæmis gulir og eitthvað, þeir geðu flottir, já. Til hvítir og bara svona alls konar. Já, ég man ekki heldur hvað heita. Man ekki hvað merki heitir.
að það í rauninni bara, þú veist, mann finnst bara það einhvern veginn allir, það þú veist, jú, Adidas mjög safe, eða þú skilur mjög nice, en það einhvern veginn allir sneakers, þannig sé alveg í tísku svo lengi sem svona pínu svona tennislegir, já, og bara svona þú veist, það er alveg eftir að kaupa Gazelle með plattform, þú veist, það þurfi ekki að vera flatir en þú veist, svona þannig lúk á þeim. Já, bara svona slim looking einhvern veginn. Já. Ég er sammála. Þannig að það er spennandi og líka nú Balance skotnir þínir sem þú varst nýlega búin að kaupa núna séu út allt á TikTok. Það ekki? Jú, það er bara The Gyms, Gyms og þetta eru all gym og ég var svona, what? Allar svona gym influencer gælur í þessum skóm, sko. Já, ok. Það er fokkið þægileg líka. Það er þetta New Balance 9060. Já. Það er bara þægilegustu New Balance sem ég hef prófað, sko. Geðveikt. En New Balance er ennþá inni bara einhvern veginn, þú veist. Já, bara svona þægilegt, eitthvað. Þetta er bara svona the dad shoe. Já, og bara til í alls konar litum með alls konar svona það er alltaf komið eitthvað nýja litir sem er alveg svona cute. Já, þú veist, það er oft svona inni, ekki kannski, ég man ekki hvaða típu en já, það er alls konar svona þú veist, hvítt og silfur, hvítt og svona já, þú veist, það er nokkið litur. Nei, það er alveg til litir. Það er bara grænir eða eitthvað. Já, en þá annari típu af New Balance, já. Já, allavega litaði skór bara geggjað, bara svona pop of color bara litum einhverjum skóm. Svo bara sandalas og flip-flops og plattform bæði, sandalar og flip-flops mjög mikið að koma, eða hefur alltaf verið mjög hot allavega og mjög mikið flats eins og ballerinas, Mary Janes mér langar svo í Mary Janes. Ég er ekki að kveikja hvað það er. Mary Janes Mary Janes Mary Janes Já, svona, já þú veist bara svona tala þessa plattform það ekki sko, sem svona ballerina sinna plattform. Nei, Veistu ekki tala þessu hérna? Ég tala svona tabbies. Þetta er mjög controversials. Þessir? Nei, það er svo tap dancer. Mason Margiela Tabby, Mary Janes. Ég var sko mátið út í París. Ég var svona aldrei að kaupa mér á, en þær voru bara ekki akkurat í réttir stærð. Ég skilji. Já, þetta er svona svo tap dancer. Já, og þessi er líka með kameltó sem ég er að tala sko. Ok, love that. Þeir eru mjög weird, sko. Mér finnst þeir svo flattir. Kosti eitthvað 90 skall eða eitthvað. Damn. En þeir eru ógeðslega flottir. Ég var mjög nálægt í að kaupa mér á, en já, kannski sumar. Kannski I will treat myself after the drama with my feet, sko. Einmitt. You deserve some new shoes, sko. Já, hvert fyrir að koma inn? Tabbies. Og svona boots. Kannski aðeins minna af þessu cowboy boots. Það? Kannski meira svona vintage boots. Bara svona lituð boots, kannski græn boots eða eitthvað. Ok. Og kannski meira svona combat boots líka. Já. Ok. Þú veist, Taylor Swift greinlega ekki lengur relevant með þessi cowboy boots. Ekki. Nei, það er svona meira classy cowboy bootsin, skilur. Bara alveg svört kannski, eitthvað þannig, ekki svona, ekki kannski á víkt. En bara wear what you want, sko. Já, spennandi. En litirnir, hvað litir finnst þér að vera mikið núna? Bara yfir allt sumarið, ekki tala skó yfir höfuð. Nei, bara litir. Bara litir. Bleikur. Já, það var mjög mikið bleikt. Mjög mikið bleikt. Svona baby cute, einhvern veginn bleikt. Elskar það. Gulur. Já, gulur. Blár. Mikið blár. Já, bæði navy, eins og Skims tennisettið okkar, svona navy, eða kongablár. Já. Svona alveg gamli góðu blái. Já, einmitt. Djúpblár. Já. En svo finnst mér líka minnst rauður ennþá. Já, rauður ennþá og burgundy. Svona, meira kannski í svona statement pieces. Bara skór, veski, eitthvað þannig. Frekar kannski whole outfit eða eitthvað. Já. En þú veist, rauði kjólar eru alltaf bara eins, sko. Bara... Já. Þeir eru alltaf svona wow-factors. Já, það er bara svona, þú sjokkar að fólki og mætir í rauðu bara outfitið, sko. Það er alveg hot, sko. Já. Svo finnst mér líka svona fölgrætt, svona get mermaid pearly grætt. Já, svona... Já, ég skil hvað meina. Hvað heita þeir? Svona... Sage eða eitthvað. Já, er það ekki? Svona matcha-grætt, skilur við. Ó, það er svo kjótt. Já, það er mjög kjótt. Svona mjög sömmur í svona silki kjól í þannig svona grænum, get sætur.
Vá, já. Mega cute. Og svo brúdd líka. Mér finnst brúdd vera mjög mikið Já. að halda áfram. Svona fyrir það sem vil ekki vera í litum. Nei, ég elska það. Já. Þú verður að geta tekið deginn á milli sem þú bara svona, veistu það? Bara, þú veist, mér langar að bleika þennan dag og svo bara brúnum. Já. Bara, you gotta mix and match. You gotta mix and match. Já, klálega. En já, listin mín búin. Já. Þú bara... Allt sem ég hafði að segja. Já, ég hef búin að sjá mjög mikið svipa og þú myndist á, sko. Ég líka eitthvað svona með framan mig eitthvað varandi mitt skona þessi mikið tískulátt að sjást í tætna sínar. Já, æði. Já, mitt. Bara frábært, takk fyrir það. Great. En ég glemtum að tala minna netaskona umræddu. Já, heyrðu. Hvað getur við kallað á? Einmitt, blóma netaskór. Já, þið veitir hvað að tala Galli 17 postaði myndum daginn. Já, kostar 9k bara fyrir eitthvað sem við borgum 500 kall fyrir þegar við varum litlar. Já, en það alveg þannig, sko. En ef ég fyrir á Pinterest mitt, til dæmis, þá bara þessi skór alls ráðandi. En í samt bara bleiku, appelsínugulu, bláu. Já, svona, mér langar þessi skó, sko. Já, sem bara strax ég átt á Pinterest. Já, bara don't get me wrong. Já, mér langar þessi skó, sko. Ég held þessi ógeðslega þægilegir. Ég held þessi þægilegir, já. Og ég leita... Ég fíla hann ekki flip-flops, við meiðum mér svo mikið á milli tanna. Já, þetta svona flip-flop. Ég meiði mig í öllum skóm, ef sérstaklega erlendis, það bara eitthvað magnað. Þannig ég get ekki verið í Birkenstocks í ár. Ég get ekki verið í Crocs. Þannig ég þarf að finna skó. Ég held að þetta gæti verið lausnin. Já, náttúrulega Crocs eru náttúrulega komin out. Þeir eru svo fucking þægilegir í sjóin. Já, í sjóin, einmitt. Já, góð punktur. Eru Crocs out? Ég myndi segja það. Myndi ekki segja það. Jú, örgulega, ég fyrst. Svo bara þægilegt bara inni skór heima þau, skilur. Já, embla fyrir ekki úr sínum, sko. Nei. Ok, við erum ekki að tala börn líka. Sjáðu, þetta alltaf. Þetta alveg cute, sko. Já, ég fæ svo ekki flashback. Já, það líka. Gott flashback. Já. Maður svona, já, þessir. En ég held að skótni mínu fyrir sumari verða einhverju svona og ballerinas. Ég fæ ekki illt í fætin að lappa svona flutu, sko. Já, ég meik ekki að lappa, það sem ég sé bara að lappa á steypunni því að lappa í þeim. Kannski það bara að venjast í eitthvað, að lappa á til eða eitthvað. Já, kannski. I don't know, sko. Ég þarf að finna mér eitthvað kjút svona. Já, eitthvað þægilega. Já, eitthvað þægilega, sko. Mér langar þetta í flip-flop platforms. Já, sástu, það var innir, ég veit að maður ekkert eitthvað mikið að skoða frá Steve Madden, en ég sá innan frá Steve Madden. Já, ég sá líka innan frá Steve Madden. Svo voru geggjaðir. Það var eitthvað auglýsið þetta á Instagram. Einhver influencer. Var það? Já. Ég held ég sá mitt á TikTok. Það? Já. What? Hvað það fyndið? Það greinlega einhver herferð í gangi. Ok, vá fyndið. Þetta virkar. Já, þeir voru einhvern veginn svona en bara sætari. Ok, ég reyndi að sá okkur aðra. Ok, veit ég verða að hver var að auðlýsa þetta? Ég var bara damn, Steve Madden á bara að fara að kaupa sér það. Já, einmitt. Ég sá þessa. Já, ég sé þessa. Þessi lúka mjög þægilegir. Já, mér finnst þið lúka svo þægilegir. Þetta er mjög næs. Ég vil til í svona líka. Platform dad sandal. Já. Ég held að þetta sem ég sá. Þessi, já. Ég þarf eitthvað svona. Herru, við þurfum að kíkja Steve Madden í New York. Af því ég þori ekki alveg að fara í einhverja háa hæla, þannig ég verði alveg að vera flötu en ég vil samt hækka mig, skilur. Já, einmitt. Þannig að ég held að þetta sé. Já, kíkjum kannski bara í shoppina í New Yorkinni. Getur svolítið sniðt. Að finna okkur eitthvað þar. En við ætlum að taka ykkur næsti þáttur sem kemur út 22. Þá erum við í New York. Þannig að við munum taka upp þátt fyrir það. Þá erum við meira up to date, just so you guys know. Og svo ætlum við að reyna bara að leiða ykkur að fylgjast með. Okkur. Já. Þannig að prepare to be sick of us. Yeah, once again. Já. Já. En þetta er svona fyrsta skiptið sem við erum að fara 2 í svona langan tíma. Já, einmitt. Og við erum alveg að fara í góðan tíma, sko. En þetta er allt gert for you guys. Já. Nei, ekkert fyrir okkur, ég nennis ekki neitt. Nei, við langar bara ekkert. Já, þetta er bara fyrir ykkur. Nei, en við ætlum að, pröfa alls konar svona hluti sem við höfum verið að tala um hér og það er ótrúlega skemmtilegt. Þannig að það verður spennandi. Spennandi. En eitt sem við ætlum líka að minna á, sem er náttúrulega alltaf í tísku, það er að hugsa heilsuna down there. Yes, sir. Og ef að þið eruð í stuði og eru bara núna eitthvað að hangsitt símanum og hlusta okkur, pröfu bara að fara inn á blöss.is. Þægileg síða, sko. Já. Hún er svo vel skipulögð. Já, það er bara, ok, þú getur bara farið í bara 100 vinslæstu vörunar. Gjafa hugmyndir. Geða skemmtilega gjöf. Líka fyrir svona, þú veist, það er alveg sumir sem maður hefur í lífi sínu sem bara svona eiga allt, maður veit aldrei hvað maður að gefa. Já, bara geða um einhver glaðning hérna. Já, af hverju ekki? Gera glaðan dag.
Svo getur bara fyrir píkur, fyrir tippi, fyrir pör, fyrir rass, fatnað, alls konar svona fettispil, snjalltæki. Svo líka inn á heimasíðunni bara fróðleikur sem bara svo lítið blogg. Já, það ógeðslega sniðugt. Já, það sem að þið getur bara lesið þú veist, vinsælustu kynlífstækin 2023. Grindabóttin hjá einstaklingum með tippi, þú veist, bara alls konar. Snípin, þið getur lesið snípin og senda á mannin ykkar eða eitthvað. Já, bara, have you heard of this one? Já, þannig að þú veist, við mælum bara með að þú veist, þú kíkir inn á blössina fyrir utan alltaf bara hvað hún ógeðslega falleg en þá hún alltaf gorgeous, þetta bara einn flóðsta heimasíða sem ég sé. Já, þetta það sko. Hvað þetta? Já, Þetta eitthvað suga. Þetta suga sem lukkar svo blóm, en skemmtilegt. Það alltaf cute. Þetta bara satisfyir. Já. Þetta spennandi. Það svo frumlega satisfyrin. Já, ángríns. Og hvað ekki til? Einmitt. En já, kíkja inn á blöss.is og þá, þetta geti algjörlega glimt ykkur inn á. Já, klálega. Í skemmtuninni. Og svo glimt þessu í skemmtuninni þegar búin að ná í vörunar eitthvað, sko. Já, en þó meira þá, algjörlega. En já, þetta spennandi sumar framundan. Já. Og Hvað ert þú spenntist svona fyrir í sumar? Ertu bara hvað að gera? Já. Ég ógeðslega spennt fyrir New York. Ég að trillast úr spenningi. Fyrir New York? Já. Já, ég veit það, ég líka. Bara ég sé þetta svo visuáli fyrir mig, bara allt sem við erum að gera, outfits. Við erum bara að plana outfits. Ég veit það, og bara út að borða. Og góða mat. Já, og bara vera gett litrikar og ég litrikar með sneakers og ég bara taka pics. Já, oh my god. Sjá okkur celebs mögulega. Bara rooftop-bari. Já. Og bara njóta. Já. Guð góður. Og bara gera eitthvað skemmtilegt 24/7 í 5 daga. Tips eitthvað svona sem svona mest þú, bara eitthvað svona random shit. Já, bara veitum bara einhverja búlur sem selur bara bestu pítsusneið sem úsmakkað eða verðum að fara þarna til að smakka eitthvað gett random kaffi. Já, eitthvað svona activities, svona dæmi, eitthvað samt, kannski sem must have, eitthvað. Við erum alltaf við ætlum að fara í Pilates. Það bara draumur okkar að prófa svona reformer Pilates. Þannig að það bókað, eina sem bókað. Það bókað, já. Ég mjög spennt fyrir því. En já, þú veist, svo líka bara ógeðslega spennt, við erum að fara vinnahópurinn til Króatíu, ógeðslega spennt fyrir því. Það alltaf svona vibes. Já, og það sem ég elska við okkar vinnahópu gerir og þið getið tekið það til ykkar fyrir næsta ár, kannski smá seint núna, en við plönum ferðinu okkar frekar snemma. Þannig að síðan kem ég heim á allt sumarfríið með Emblu, þannig ég ekki búin að missa neinu því. Við erum bara miðjan júní. Já. Þannig að það er fullt eftir að sumrinu. Það gaman, af því að, þú veist, manstu eftir sumarfríinu fyrra þegar við vorum með Emblu og ég var með Tinnu-Maríu og við vorum bara að fara Nauthólsvík, við vorum heima, við vorum með sundlaugin á pallinum með þér. Það var svo gott veður. Já, ég bara manifesta að verði þannig, skilur. Bara has to. Ef það er ekki, þá hvað gerum við? Það bara bókuð aðra ferð fyrir mig. Já. En þannig eins og akkurat núna ég spenntist fyrir New York af því að það er næst. Já. Ég alltaf spenntist fyrir því sem er næst. Já, þú veist, það er líka svona eitthvað vibe sem við höfum ekki gert áður. Ég veit það. Við höfum alltaf farið í svona sólandferð og við vitum það næst. En þannig er þetta svona smá óvissa sem að gera mann svona sjúklega spenntan. Og þú veist, þetta er svona svipað að fara til London en maður kann svo vel á London. Nei, þetta er allt annað að fara til London. Við erum Bandaríkjunum. Ég veit, þú veist, maður fara miklu lengra en þetta er svona svipað, ég er svo ósammála. Þetta er svona svipað sem þú ert svona cute streetwear þú veist á daginn og svo ertu í kjólum og ég er að tala um það sko. En bara svona, þú veist, mér er svo stórt. Þetta er svo stórt. Maður bara svona, þú veist, turnanir og mér finnst það að vera bara svona þetta er bara svona another world. Já, þetta er það. Og ég veit líka ekkert hvar hótel okkar lókita nákvæmlega. Þannig að þú veist, ég líka spennt að sjá hvað er kringum það og hvernig það er. Kaffihús, hlaupanótt, kaffi. God, það er svo gaman. God. Ég get ekki fucking beðið. We're fucking gonna live the dream, sko. Já. Getur þú fyrir pedicure eða eitthvað? Já, við getum það. Það er ekki vibes. Við alltaf langar að vera pedicure í útlöndum. Ég held ég einu sinni gert það eitthvað. Það var því að vera flugfröða og fór í stoppinu mínu. Já, gerum það. Það er bara svona walk-in dæmi. Já, bara fengið okkur kampaðisglas eða eitthvað. Þannig að við fórum svona fancy stofu. Fá okkur bleikt á tásin þar. Það er gætt. Ok, let's do it. Nice. En fyrir hvað þú spenntust? Bara öllu sem múst nefna, sko. Já, það ekki. Já. Það er ekkert annað sem er einhvern veginn planað. Nei. Líka spennt að sjá Rómi og Stekka. Já. Þannig að Stekka svo ógeðslega hratt þessa dagana. Ég er bara, þannig bara alltaf hundur heldur en hann var í byrjun apríl til dæmis. Já. Ég er bara,
Það var svo gaman að sjá hann bara svona vaksa og dafna og... Já, og líka bara svo magna hvað það gerist hratt. Ógeðslega hratt. Þú smá svona illt í hjartað en samt bara, Já. hvað er cute, út á rúlingu bara. Já. Þú veist, í sumar, það var mjög erfitt að fara út og þú veist, koma heima því að mér veist ég vakna og hann er stærri. Þú sér mun á honum. Já, og hvað ok. þá eftir 5 daga, eftir 10 daga, skilurðu, eftir svona ferðir, ég eftir að vera bara í áfalli. Já. Bara, ég FaceTime en þú FaceTime Rómeó og við fylgjumst með þeim þannig það verður bara svo leis en það sem er líka bara ótrúlega spennandi og styttist óðum í að við getum sagt ykkur frá er eitt stærsta verkefni Teboðsins til þess tíma það er rétt handa við hornið og það verður mjög mikið skemmtilegt í kringu það í sumar já, þannig að það er líka ógeðslega spennandi og hann Heimur okkar besti sem er einn af Teboðs bestis hann sendi að við mættum ekki vera að segja svona en þyrfti kannski að taka frá dagsetningu það er ekki svo leis Nei, kannski, já, jú, gæti verið, já en það kæmi alltaf last minute það væri hvað sem er alltaf last minute og það væri kannski, einu sem við getum sagt kannski nokkra staðsningar og dagsningar já en þetta er stærsta til þessa hjá Teboðinu sem við erum svo spenntar þið veitum hvað það er, við bara megum ekki segja ykkur það strax þannig að en alveg að fara með að byrja, 10 daga alveg að fara að gerast það er bara að fara að detta í hlað sko. þannig að hver veit nema bara í þessari viku eða eitthvað næstu viku hver veit, já kannski kemur eitthvað tís Það steyttist í það. Við erum svo spennt. Ég er ógeðslega spennt. En annars bara, hlökkum til að eyða sumrinu með ykkur. Já, hvað spenntur í sumrinu. Gríns. Love you guys. Love besties. Bye.